Góðan og blessaðan daginn. Við byrjum með alltaf eins. Við erum að laga þetta aðeins. Við erum alltaf að laga þetta aðeins. Það er svo gaman að laga þetta aðeins. Það má nú byrja á léttum nótum, eða ekki? Er það kannski bannað? Hjá graf alvarlegum þér. Ég ætla nú samt að gera það. Jafnvel þó að graf alvarlegur þú, finnst þetta ekkert skemmtilegt. En hérna er eitthvað sem við ætlum að nota, ef við megum. Má það? Er það kannski bannað? Eða hvað? Nei, ég held að sé ekki bannað. Það er ekki allt bannað, það. Sumt er bannað. Og sumt sem er bannað, erum við nú samt að gera. Vegna þess kannski að það er bannað. Fólkið er nú svolítið skrítið stundum. En bara stundum. Við verum að vera sanngjörn. Stundum er mannkynið bara býsna sanngjörn. En ekki alltaf. Ætli þetta gildi bara ekki bæði mig og þig. Ég hugsa það. Og hvað gerum við því? Ég veit það ekki. Við megum held ég bara vera eins og við erum. Og maður er bara svona. Það er svolítið viska í því, kæru vinnir, að bara taka manni og konu eins og þau eru. En á því er nú svolítill misbrestur að því okkar er tamt að setja þetta svolítið undir okkur sjálf. Allir eiga að vera eins og ég. Segjum við og segjum ekki, meinum kannski á bak við allt annað. Það er svo notalegt þegar allir er eins og ég, en hver vildi er eins og ég? Er ekki nóg að hafa eitt eintak af mér, eða þér? Ég myndi nú segja það verður nú bara alveg nóg. Og kannski 2 eintökum og mikið, þess vegna. Við erum að þjóna stórkostlegum Guði. Og það er svo merkilegt að við erum skapaðar verur. Og það er svo deilt það að menn vita botna ekkert í hvað er verið að segja hérna. En samt er svo ótrúlega margt í veröldinni sem segir að þetta getur ekki að hafa orðið til fyrir tilviljun. Halló. Þú skoða andliti á þessum fallega manni, að þá sérðu ekkert andlit eins og þetta. Það er ekki rétt. Sumum kannski svipar til hans, en það er engin eins að útliti. Og svo fyrir utan það er bara þessi maður eins og hann er, alveg eins og þú. Af hverju? Það er drottinn skóp. Og þannig er með listamann að hann nostraði hvert verk efni fyrir sig. Hann kastar því ekkert frá sig fyrir hann er komið með það bara og segir harla gott. Hann skóp listina. Drottinn skóp mig og drottinn skóp þig. Hann nostraði lifandis ósköp við okkur hvert sig. Veit þú, höfum mann konna svona, aðeins tegjum á nefuna og námið eitthvað. Að því, svo sagði hann harla gott. Svona er Guð. Svona vill hann að við séum. Og svona vill hann að við viðurkennum hvort annað. Gerum við það? Ætli ekki oftast nær að ég veit reyndar ekkert það. Menn eru svona í dag og öðru svo morgun. Ekki? Alveg svo ég er sjálfur. Ég er bara eins og allir hinnir. Að reyna að gera mitt besta. Að reyna að ganga á Guðs vegi. Veit hvað ég á að gera til að ganga á Guðs vegi. Og sinni því. Já, nokkuð reglulega, vegna þess ég vill fara þessa leið.
Það er engin skipun. Það er engin skipur frá klerki eða söfnuð það. Eina sem ég fæ frá klerki og söfnuð er hvatning að gera þessi góðu verk sem er allt annað mál. Það er ekkert nema bindingar og fjötrar inn í þessum söfnuðum, segja menn. Svona talar maður og kona sem veit ekkert hvað hann er að tala og það er eðlilegt. Þú verður að þekkja þetta á eigin raun til að geta talað eitthvað í einhverju alvöru, eins sem er þessi mál. Þannig að við dæmum ekki þetta. En við vitum sannleikann og við vitum að söfnuður er frjálsasti staður sem þú getur verið í. Hvað meinar maður? Ekkert nema fjötrar og bindingar. Boð og bönn. Ég veit ekki hvað nú hefur þetta, en ég er búin að vera inn í þessu söfnuðum í yfir 20 ár og ég hef ekki orðið varð við það. Ég eitt einasta skipti á einum einasta stað. Ég þú nú alveg svona heilafegin, drengur, að það var bara að taka og sækja þeim maður, að rista þetta úr þér. Ekki sækja mig. Ég myndi fara hvort þið er það sem þú setti mig. Því að ég vil vera það sem Guð er kendur, sagður og talaður. Og ég vil vera innan það fólk sem þekkir Guð, alveg eins og ég. Það er nú einhver slatti til að því. Og það þarf að svo sem að skóla þetta fólk til eins og alla, og það er gert. Og við stakkur Drottinn lifir. Hann sér það. Ég sé ekkert það. Ég er bara á akri hans, ég er að vinna á akri hans. Og hvað er að vinna á akri? Að þú tekur við skipunum eiganda akursins. Hver er hann? Hann heitir Jesús í mínu tilviki. Hann á hann. Hann stjórnar honum, stýrir. Og hann skipar fyrir verk. Og núna setta mig í þetta verk. Vegna þess að hann hefur treyst mér fyrir því í allmörg ár. Já, hvenær byrjuðum við með þetta? 2-3 ára, ég manna, ég ætti svo fljótt að líða, ég bara löngu hættur að telja allt svona. En ég veit að við erum að fara með þáttastaða núna og ég veit ekki annan að þeir verði fleiri. Og þetta er þáttur sem að hvetur þið til að bera ábyrgð á þinni trú. Við þurfum að bera ábyrgð á okkar trú. Það er mjög mikilvægt að bera ábyrgð á sinni trú. Svo fyrir utan það, þá getur enginn borið ábyrgð á trúnniðinu nema þú sjálfur eða yfirleitt lífið þitt. Þú verður að bera ábyrgð á þínu lífi sjálfur og sjálf. Er það ekki rétt hjá mér? Hvar þú ert staddur í dag af lífsgöngunni þinni, að þú getur í raun og veru ekki sagt neitt hana en að þetta sé frá skrefi til skrefs þitt val. Kann að vera að einhverju segi eins og Adam, konan sem þú gafst mér, hún tældi mig. Það er nú svona léttari leiðin, en strangt til tekið er þetta ekki svona. Strangt til tekið, þá var þetta nú samt þitt val. Hvar þú ílengdist, hvert þú fórst, var þitt val. Kannski hvattið ykkur til að fara, þú fórst að þið leist bara, já, harla vel á það. Og kannski var valið þitt rétt, kannski var það harla gott, en kannski var það af öðrum toga, og þá var það ekki eins harla gott. Og leiði greip þig. Og heimþurá, mamma, mér vantar aðstoð frá þér. Heimþurá. Og það sást undir iljar og þú ekki lengur á þeim stað sem þú komst fyrir á og vildir og hlakkar þessi lifandi sóskup til að fara. Af hverju? Vinirnir, þeir höfðu reynt þetta áður og sögðu bara svakalega flotta sögur af veru sinni.
og ég dreg það ekki ef að hún hefur verið svakalega flott. En svo komst þú, út úr spennt manneskja, og svo eftir 3 daga. Ekki eins og ég held maður. Ég held ég láta mig bara hverfa. Og í skjóli nætur, þá lætustu burtu. Það voru sumir sem struku, en óverulega spenntir að fara, vegna þess að það voru svo margir sem sögðu svo margt gott það, sem að þér fannst alveg, hvað var ég að gera? Og hvað er á bak við þetta? 1, þú sköpuð manneskja og skapaður með annað í þér kannski heldur en ég og við, sem verðum með það, maður, ég var að gera þetta hverju sömri. Það ekkert allir eins. Og þetta einn lærdómur sem við verðum að temja okkur, að leyfa fólki bara að vera eins og það er. Svo lítill misbrestur á því? Já, ég heldur sé nú saman það sé nú svo lítill misbrestur á því. Við viljum steypa alla í okkar eigið far. Það var rosalega gaman þarna maður. Svo kemur þú og það var nú meira gaman þarna. Ekki þetta hrossaskítur og hreindýraskítur. Og allt það. Þetta segir okkur það að lífið er fjölbreytt flóra. Og hver og ein manneskja þarf að taka ákvörðun fyrir sig eitt og annað. Góður ráð eru alltaf góður ráð og verður alltaf til nota og þarfa. En það eru bara ráð. Til mannsins mín sem vegur og metur og segir, nei, ég held ég vil þetta ekki. Hvað segir, viltu þetta ekki? Þetta var svo gaman. Þér fannst það eins og hundleiðilegt. Því þú ert ekki eins og viðkomandi. Þessi sem talaði. Því þú ert sérstök sköpun lifandi Guðs, hann setti það í þig sem þú hefur. Þannig að þú hefur gaman að einhverju. En kannski ekki þessu sem að þessi og hinn var að benda þér á, yes! Þú ert ekki þar. En þú segir, yes! En annað, hinn er bara, hvað var nú þetta? Þetta er maður. Hann er svona. Sitt lítið að hverju, flóran breið, og flóra drottins er stórkostleg. Hann sér ekki eftir neinu. Þegar myndaði í móðurlífi, fyrirgeðu. Þá sagði hann, harla gott, þannig að sá það skrið út. Harla gott. Harla gott. Hvað merkir það í augum drottins? Eins og ég gerði það. Ekki bara útliti, heldur á öllu leyti innvolsi líka. Eðlið, langanir, þrár eru aðrar en mínar. Alveg svoleiðis, ég hlakkaði svo til að vala þangað. Ég svaf ekki alveg á nóttinni. Og svo fór ég þangað. Vá. Kom heim með alveg svoleiðis sögurnar á færibandi. Svo fórst þú hreifst af sögunum mínum og það var bara svona, hvað var nú þetta maður? Ég ætlum að strjúki nú bara heim. En þú fannst þér eitthvað annað sem ég alveg bara hristi hausinn yfir. Hvað var nú þetta? Að ég hafði ekkert gaman að því. Svona eru við menn, svona er flóran. Við hefum bara leyfin að vera eins og hún er. Við getum alveg glaðst yfir því sem aðrir eru að gera. En gerum við það? Það er nú bara smekkur manna með það, sem er, glæðjast yfir því sem aðrir eru að gera, en öðrum er slett sama. Slett sama.
Þannig að það alveg ljóst af þessu að við getum ekki sameinast þetta. Hvað getum við sameinast? Eitt getum við sameinast. Trúna í hjarta okkar og hvað þarf til að trúin vaxi og verði það sem hún á að vera. Og þá erum við konir með þessa innan selingar. Biblían á hvolfi. Ég tók ekki eftir þessu og ég bið afsökunar. Hana getum við sameinast, hana megum við sameinast og hana ættum við að sameinast og, sem merkilegt já, það nokkuð merkilegt, að við sameinast hana, ekki? Hún leiðréttingin sem við öll meðtökum. Ef ykkur kvittur kemur upp eitt og annað, ekki? Og hún sett fram sem þetta sameiningatákn fyrir okkur þvergirðingana sem eru svo stífir og okkar að bara hvorki gengunni rekur. En svo fyrir við í orðið og það smátt og smátt sannfærir okkur hið rétta. Og þá kemur í ljós hvor hafði rétt fyrir sér ef að það eitthvað atriði í sjálfu sér. Ég segi nei, það ekkert atriði í sjálfu sér. Aðalatriðið að ég og þú, við vitum hvað rétt. Ekki? Þess vegna viljum við bera ábyrgð sjálfur á okkar trú. Og ég hef enga afsökun fyrir því að láta afvega leiðast. Akkur læt ég afvega leiðast? Af öllum röddunum í kringum mig. Því að þær segja margt sem að geta hrifið mig. Ég segi maður, já, þetta nú bara nokkuð mögulegt. Allir þetta að vera svona, já. Svo verður það bara svona. En svo kemur ykkur biblíublesi, alltaf með biblíun uppi, og hann svoleiðis að drepa okkur úr leiðindum. Og hann kemur með eitthvað sem að biblían að segja, annars öðru sem við vorum að gera þetta. Og það nýstar, það var átök. Orðið sigrar. Það leið orðsins að sigra. Og drottinn veit hvað hann gerði, veit hvað þurfti til að sameina fólk. Það þurfti tvennt. Já, kannski þrennt. Já, tvennt, ég segi bara eitthvað. Hann náttúrulega gerði sitt verk, reis upp frá dauðum og á heimni í dag. Svo gefur hann niður kirkjuna, svo gefur hann okkur Nýja testamentið og allt orðið þar með komið undir einn hatt, bæði gamla og nýja. Og við sameinustum þetta, orð Guðs. Við getum verið að deila allt og deilum allt og deilum líka stundum orð Guðs. En grunnurinn hann grunninn höfuð. Og grunnurinn byggjum við allt okkar trúalíf á. Ég get skoða grunninn. Þú getur skoða grunninn. Heilagur andi minn, hann hjálpaði mér við að skilja grunninn. Heilagur andi hjá þér hjálpaði þér við að skilja grunninn. Hvernig líst þér á þetta? Þetta það sem orðið að tala Þetta það sem orðið vill að ég og þú skiljum, tökum við og göngum fram í. Og ekkert minna heldur það. Þetta mjög merkilegt. Afskaplega merkilegt. Allt sem Guð gerir nefnilega afskaplega merkilegt. Sjáðu andlitsfallið þitt. Það einstakt. Sjáðu andlitsfall þessa manns. Það enginn eins og hann. Einhverjum svipar til hans, rétt það. En samt að eðli til erum við gjör ólíkar manneskjur. Við vorum að tala aðeins það áðan.
Dettur ekki hug að vera að fara þangað. Og þú alveg, yes, maður var svo gaman maður, það var alveg bara leið. En ekki á meðan þú varst það, þá varstu bara svona. Svo þitt er ekkert inn í þetta. Var það þér að kenna? Nei, ekki þér að kenna, en þetta var ekki þín deild. Þú varst ekki eins og þeir þarna gæjarnir. Þú var svolítið öðruvísi. Og þannig áttu bara að vera og þannig skal ég allavega meðtaka þig. Þetta hefur Guð gefið mér allavega og þér örugglega líka. En stundum er eigingirnin að tefja okkur aðeins hér og þar. Af hverju? Það býr ýmislegt í hverju manneskju. Það er ástæðan. Sameiningartáknið tekur á þessu öllu. Og býr til mynd af manni og konu og við segjum, við verðum að virða þetta fólk því að það er bara eins og það er. Orð Guðs kemur svona til vegar. Nákvæmlega. Fólk er eins og það er. Er með öðrum orðum eins og Guð setti það fram. Ég með þessu, þú með þessu. Ég hef gaman að þessu, þú bara hefur ekkert gaman að því, en hefur gaman að það á einhverju öðru. Þú þarft ekki að hafa gaman að sama og ég. Og ég þarf ekki að hafa gaman að sama og þú. Það getur vel verið að svo sé, þá líka smellur eitthvað saman hjá okkur. Þetta er hópurinn í kringum þig. Hann smellur saman að þessu leiti að þið eigið einhvað til þess að deila með hvoru öðru. En svo kemur að Biblíunni, hún undanskilur sig þessu öllu. Þar er ég ekki að deila með þér því sem býr í hjarta mínu bara af einhverju svona sem mig langar til að gera og segja það var svo skemmtilegt. Það er allt í lagi. Það kannski hrifið þig. En þegar við komum Biblíuna, þá er það hún sem talar. Þá er ég sem hlusta. Þá er ég sem nem og læri. Og þeir sem að heyra, þeir gera sama. Og þannig myndast einhver hópur sem stendur saman þetta. Burt séð frá því hvað þeim finnst sjálfum svo margt. Við höfum öll skoðanir. Við höfum öll langanir og viljum margt. Þegar kemur orðið Guðs, þá skal hún ráða, þá skal það ráða. Trúin segir það. Hún er þetta sameiningar afl manna og kvenna allan heim. Þess vegna upplifa menn sig heima þegar þeir koma inn í söfnuð og kirkju vegna þess að þeir mæta fólki sem er á sama stað og það sjálft. Það skilur ekki mál hvors annars, kannski. En samt er þetta svona, já, fjölskyldan manns. Hefur upplifað þetta? Ég hef oft upplifað þetta. Og ég hef verið í útlöndum ekki mikið reyndar í kringum trúna, en ég hef verið þar. Og maður gekk inn í hópinn og maður var bara komin heim. Ég man eftir því þegar við fórum erlendis í trúboðsferð, ég hef nú ekki farin með eina, og við komum náttúrulega í flugvél, við erum að fljúga, ekki flugu á vangjónum. Og við vissum náttúrulega ekki hvað snýri upp eða niður þarna sem við vorum, og ekki heldur hvaða fólk þetta var sem ætlaði að sækja okkur. Og við horfum til þangað og svo þangað, ekki niður og ekki upp. Það er náttúrulega engið, þar eru fuglarnir upp. En þetta er nú á jörðinni fólkið. Og svo sjáum við hóp. Og allir stöðu bentu á, þarna eru þau. Það var eitt. Þau voru þarna. Eitthvað 20 manna hópur. Vistu hvað við sáum? Svo fallega brosandi fólk. Og við vissum alveg hvað við var að vera. Og það við vorum náttúrulega líka fallega brosandi hópur
og þetta fólk það sá hann á þarna þau. Engin vafi. Kristur sameinaði þetta fólk og þetta kom út úr þessu mjög góð ferð. Að vísu hefur við ekki neitt haldið vinskapinn, en ég hygg að margt af þessu fólki muni nú eftir þessum köllum og kettlingum sem komum frá Íslandi. Þá ég nú ekki eins gráharaður eins og ég í dag, en svona var aðeins að grána í vöngum. Og rakararnir hættir að tala að það var gott að gaman að gera eitthvað við þetta hár, það var svo fallegt og þykkt og lifandi. Leið á fyrsta gráa hárið sást, þá hættu þeir að tala svona. Og ég var fegin. En nú það alveg orðið grátt, ekki annars. Ef þú sér það, alltaf sjáist nokkuð, þetta ekki orðið eftir maður. Ég ekki sköllóttur samt, en ég raka mig svona. Og það má. Samt elska ég orð Guðs og þreytist ekki á að tala það með alveg sérstökum hætti. Það nefnilega alveg sérstök. Það sameinar, það sundrar ekki. Við erum ólíka manneskjur og gætum þess vegna deilt allt og ekkert, eins og menn gera, en orðið eru við eitt. Þar kemur trúin að verki og bara trúin. Þannig við sjáum að trúin nauðsynleg. Ég var að lesa. Þetta orðið svo þröngt hérna maður. Það er vika aðeins sig. Allir verði ekki að setja mikrofónin aftur upp. En þá skýrði það á fallega ennið mitt. Ég fannst að verra. Ég vil að fallega ennið mitt sjáist. Án skugga. Þetta eiginlega svolítið þröng. En við erum nú stóri strákar, þannig að við látum þetta nú bara duga núna, eða ekki? Ekki hvað? Ég veit ekki hvernig ég á að gera þetta. Ég þarf að fá mig ljós. Arnaraugum þín, þau hlæja nú svona. Ég er eitthvað að endur skoða þetta hjá mér. En við látum þetta duga núna. Ég get náttúrulega, mikrofón sem ég get tengt á mig, ætli ég fari ekki að nota hann bara aftur. Mér finnst þetta betra því að maður alltaf að vera að skipta batteri í hinnu. Það endur svona 4-3 skipti og þá þarf maður að endurnýja batteríin. Já. Við erum í Míka og það er Gamla testamentið. Heyri þessi Drottinn segir, flytt fjöllunum mál mitt. Lát hæðirna heyra raust þína. Fjöll hlýðið á kæru Drottins, leggi við hlustir. Undirstöðu jarðarinnar því að Drottinn flytur mál gegn þjóðsinni, lætur Ísrael svara til saka. Ekki gott, ekki það sem við viljum fá. En veistu, að svona boðskapur þarf líka að heyrast. Hei vinur, Konráð minn, hvað varst þú að gera? Viltu útskýra málið þitt? Já, segjum að ég sé sekur og ég er svona stór strákur og ég útskýri málið mitt. Með öðrum orðum, ég viðurkenni kannski brot. Og veistu hvað? Þetta er sigurinn fyrir mig þann daginn. Ég geti farið í kringu þetta eins og ég gera nú sannlega flest og oftast, eins og köttur í kringum heitan graut, tala út og söður, engin niðurstaða. En sumir eru öðruvísi. Þeir koma bara hreint fram og allir geta komið hreint fram. Og það er eitt af því sem Drottinn vill kenna okkur, það er að koma hreint fram. Það var að svona ásaka sitt fólk vegna eitthvað sem að það hefði gert af sér. Og hvernig tók það því sem Drottinn var að segja? Ég veit það ekki. Ég þarf að lesa meira til þess og þú getur lesið þetta bara sjálfur og eftir. Ég man reyndar ekkert hvar ég var ég ekki Míka 7, skrifaði niður, Míka 7, frá versi 1. Þá veistu allt lyktir þær sem að niðurstöður
gefa. Ekki? Þetta er orð Guðs. Það leiðir fram sannleikan í þeirri von og trú að viðkomandi, ég og þú, tökum við sannleikanum, snúum af veginum og förum inn á réttan veg. Allt þetta er í boði. En mitt að segja já við því og umfram allt vilja það. Þannig að þvergirðingurinn og þverjusinn, hann má ekki rísa upp þarna. En hversu oft gerir hann það ekki? Þetta gerir það bara ekki í hvert einasta skipti, þó að við náum að snúa ofan á honum, sem er allt annað mál. Það er líka trúin hjálpleg, orðið. Það segir okkur, kennir okkur að snúa ofan að sjálfum okkur, þegar svona er. Að við viljum rétt og satt. Hjartað þráir það. Trúin hrópar eftir því. Af hverju þurfum við að gera þetta? Fara svona tilbaka. Að við verum frjálsar manneskjur. Algjört frelsi. Þú velur algjörlega sjálfur og sjálf hvernig þú verð deginum. Algjörlega sjálfur og sjálf hvernig þú tekur orðu manna og kvenna í þín eyru. Ég kom og sagði þér alveg svakalega flotta sögu sumarferðina mína. Hún var svo flott að þú meira að segja hreifst af. Þú varst ákveðin í að gera sama. En þér fannst hún ekkert skemmtileg. Að því sitt hvor manneskjan var að verki. Og þessi sitt hvora manneskja tekur sínar ákvarðanir og fer eftir sínum ákvarðunum, en getur sameinast þetta. Og þetta orð, það fer að vinna í þér og gera þig sem líkast því. Veistu hvað það heitir? Að deyja sjálfum sér. Þetta er ávinningurinn af því að vera undir valdi lifandi Guðs. Og hvað færðu að launu fyrir það? Rétt og réttan veg. Rétt og réttan veg. Og það eru góð biti. En þú heldur áfram að vera þú. Kannski ekki alveg eins mikill þverus og þú varst frá upphafi. En kannski smá þverus ennþá. En þú hefur valið að vera undir þessu. Þannig að þegar þú ert Guðsmaður, þú ertu Guðs orðamaður leið og gengur fram í því sem orðið er að segja og hvetur aðra til að gera sama. Og segir kannski í Guðanabænum ekki vilja líkjast mér. Af hverju segir þetta, ég, að við þekkjum sjálf okkur. Við veitum að það er nú ekkert allt eitt sérstaklega sérstakt. Við erum menn sem beygjum okkur fyrir orði Guðs. Það er allt málið. Ekki? Ég elska orð Guðs. Ég svaraði þetta bara fyrir mig, ég veit ekkert um þig, en ég allavega vildi það að þú vildir vera samastað og ég og elska orð Guðs. En ég er ég og þú ert þú. Ég get hins vegar hvatt þig í þessa átt. Meira get ég ekki gert. Þú tekur val. Alveg svo ég tek val. Og þannig framsett að lifandi Guði sem hlutast ekki til það hvernig þú lifir. Og þetta eru graf alvarleg skilaboð sem segir það að þú verður að deyja sjálfinu.
verður. Þú verður enga aðra leið. Og Drottinn leyfir þér að reyna hvað hann meinar með orði sínu. Og hvað fer það að reyna? Blessun ofan í blessun. Velgengni ofan í velgengni. Styrk ofan í styrk. Og þú ferð að segja og skilja og segir þá í sannleika, þetta er miklu betra. Nákvæmlega, það er svo miklu betra að lúta Guði. Því að það er engin della í gangi. Heimurinn er fullur af dellu. Farðu Guðs veg og þessi della hættir. Hún er ekki lengur þitt hlutskipti. Þú ert dáin sjálfinu og þú gerir vilja Guðs. Og eftir að þetta er komið inn, verða þetta átökin í þér. Hvað? Það er að gera vilja Guðs. Þú nefnilega heldur áfram að vera þessi sjálfstæði einstaklingur. Það mun aldrei frá þér tekið. Og þegar þú skilur þetta, þá skilur þú líka mikilvægi þess að eiga þetta. Og fá að vera sjálfstæð, hugsandi manneskja sem velur. Og orðið verður þér æ tamana. Og þú velur það æ oftar. Já, og segir við sjálfum að þið, Konráð, berðu ábyrgð á trúniðinni sjálfur. Og nefndu nafni þitt. Ég er einstaklingur. Og ég þarf að vera þarna. Þú ert einstaklingur og þarft líka að vera þarna. Við höfum enga aðra leið. Það er að segja, ef við viljum ganga fram í trúnni og skilja trúna eins og hún er. Ekki eins og ég vildi að vera einhvern veginn öðru sig. Svona er hún. Þú ert með allt hana hér. Og orðið segir sjálft að stafkróki verði ekki breytt. Stafkróki verði ekki breytt. Þú getur verið með skoðanir á þessu öllum að ég vildi þetta var miklu betur svona. Og þú rætti leiða þér að segja þetta. En hann segir því miður, ég hef talað og þannig skal það vera. Þannig farðu bara eftir því. Eftir því. Það er ekki þetta að fara eftir þessum maður. Gerðu það samt, segja hann. Hann lætur ekki dýta sér neitt til liðar. Gerðu það sem ég segi Drottinn, eða gerðu það ekki. Val. Þarna kemur trúandi kasta og skjala. Og þú hefur reynt það, ofan í að það er betra að bara fara eftir því sem Guð segir. Þannig vinnur hann okkur yfir á sitt band. Hann lætur okkur reyna þetta góða af því að reyna það sem hann hefur sagt og þú segir, já, þetta er svona. Hver oft hefur maður ekki sagt þetta? Svona á Guðsmaðurinn að tala. Hann á að segja þetta umbúðalaust. Hann á að segja þetta eins og þetta er. Hann er ekki hér til þess að gangi í augunum á fólki. Hann er hér til þess að ekki beygja, fá fólkið yfir á band Drottins að öllu leyti. Guðsorð talar það sem að deyja sjálfum sér og við höfum oft heyrt þetta orð. Og ég segi, þetta er rétt orð. Svona er þetta. Og blessaður tíminn líður, það er bara búið. Það er svo gaman að tala. Hvað þarf ég að tala lengi í viðbót til að þú sofnir? Það var að taka hálftími í viðbót. Þú voru örugglega sofnaður eftir hálftími í viðbót. Nei, við erum stilti strákar og góði strákar, þannig við hættum það bara núna. Og
og þá fer maður í þessa stellingu, nú var hann ekki þetta allt. Stend upp, blæs á kertið og svo hitt og hittir og segi bless og verð hér aftur á viku liðinni.